Góðan dag. Þættinum í dag ætla að sýna ykkur aðeins frá græju sem ég smíðaði mér til að mæla togþol eða tensile strength, eins og það kallast á ensku, á prentefni. Þannig að kíkjum aðeins á það. Þessi græja eitthvað sem ég smíðaði fyrir töluvert lengur síðan og hefur notað áður á rásinni í eldri vídeóum og bjóð til vídeó þetta á sín tíma. Núna ákvað ég að breyta aðeins sýnishorninu sem ég notað til þess að ég geti slitið það sundur bæði upprétt og flatt prentað. Í gamlu hönninni þá gat ég bara engan veginn slitið það sundur prentað flatt, en ég breytti sýnishorninu og sýni ykkur það aðeins hérna. Þetta fórnarlambið og þetta prentað núna mjög mjótt hérna í miðjunni, þannig að brotnar alltaf þar, og þetta ég prenta alltaf með sömu stillingum, þannig að það alltaf tvær prentlínur bæði í botnin og ofan og hliðum, og ég var búinn að gera tilraunir að gera með 3 hliðum og eitthvað svoleiðis, og þá maxaði ég bara út mæligræjuna mína. Hún getur mælt upp í 50 kg eða 500 newton, og ég maxaði hana út ef ég var með þetta eitthvað sterkara. Þannig að maður segja að þetta sé að brotna á svona viðráðanlegum bili í græjunni sem ég smíðaði mér, en mæliniðurstöðnar eru eins, það sama prentstillingar og annað sem eru notaðar við að prenta út PLA-filament og svo önnur efni en alltaf sína stillingar fyrir þau, en þannig að þetta notað til að bera saman. En sýni ykkur aðeins hvernig þetta virkar. Þá hérna græjan, og hérna svona sleði sem að ég set prentefni hérna í, sýnishornið hérna í, og svo hérna handfang og vír hérna sem að togar í það, og svo ég með mæli hérna sem að ég keypti til að gera þetta, og hann mælir hérna í newton, og hérna get ég sett á peak, þannig að það vistast niðurstaðan úr mælingunni, þannig að ég sé á skjánum ef ég toga hérna aðeins í þetta þá breytist talan, en svo þegar þetta brotnar þá kemur hæsta gildið og þá vistar hún það. Þannig að ef ég bara toga hérna í þetta þá brotnaði þetta núna á 153 newton sem er cirka 15 kg, og svona ger ég þetta bara aftur og aftur með hvert prentefni. Þá ger ég þetta 10 sinnum með flatt prentað og 10 sinnum upprétt, og nota svo meðalgildið því til að skrá niðurstöðnar. Þannig að ég búinn að prenta núna töluvert af þessum gaurum hérna og brjóta. Þannig að ég ætla að sýna ykkur aðeins hérna skjalið sem ég er með til að halda utan þetta. Þannig að hérna ég búinn að skrá niðurstöður úr mælingum fyrir 27 prentefni, og það eru 20 brot í flestum efnunum. Svo eins og hérna vantar niðurstöður, og það að ég lendi því að sýnishornin brotnar þegar ég að taka af prentplötunni, og það eins og þetta með polyacrylamide Excel, að það svo rosalega veikt að það brotnaði bara þegar ég var að grípa þetta burtu, og lendi þessu nokkur sinnum, og stundum lendi í því að það klikkar eitthvað í prentunum og dettur til hlíðar eitthvað svoleiðis. Ég er reynda búinn að laga það við sinn, en þetta eru gögnin sjálf sem eru bakvið, og meðtal og frávikinn sem eru á milli hæsta og lægsta gildis og uppreiknað, og þetta setja ég allt saman í súlurit, og hérna er ég með öll efnin, og hér er alveg hauga alls konar efnum sem ég er búinn að prófa, og PLA og PETG og ABS og ASA og nylon og PC carbon fiber og polypropylene carbon fiber, og nokkra gerðir hérna nylon og svoleiðis. Þannig að ég er búinn að brjóta hérna 27 sinnum 20 eintök allavega, og fleiri með ég var að þróa þetta. Þannig að þetta er búið að taka núna svolítið tíma hjá mér að prenta þetta allt saman út, og þetta eru cirka 30 grömm per prent, og það sinnum 27, þannig að það er töluvert efni líka sem tilheyrir þessu. Prenttíminn er cirka svona 2 tímar per efni að prenta 20 eintök líkjandi og flatt. Þannig að það er hérna 27 sinnum 2 tímar á meðaltali, þannig að það er líka tólítið tími búinn að fara í þetta. En þetta gefur mér þessa sýn, og
og svo ég líka með þetta línuritt það sem ég tek meðaltölið af hverju prentefni fyrir sig. Þannig að hérna sé ég PLA, PLA Silk, PLA Matt, HT, PLA, ASA og framvegis. Þannig að hérna ég að byggja mér upp gagnagrunni mismunandi efni og þetta byggir á því að græni gaurarnir hérna það prentað upprétt og bláu gaurarnir prentað flatt og þið sjáu eins og hérna á PLA Silk prentefninu að það áberandi lélegt viðlóðun í prentað upprétt og bara þekkt fyrir PLA Silk filament og svo hérna töluvert mikið sterkara prentað flatt og hérna eins og PA11 Carbon Fiber það hérna töluvert ofar en önnur prentefni mjög sterk en svo viðlóðun milli prentlína ekkert sérstök í því bara fyrir eitthvað léleg þannig að það típist fyrir Carbon Fiber prentefni að þau eru ekkert neitt sérstaklega sterk með viðlóðun á milli prentlína en eru annars vegar töluvert sterk í prentuð svona flatt þannig að þetta eitthvað sem maður þarf að hafa í huga varðandi Carbon Fiber filament þau eru ekki góð í allar áttir upp og niður, hægri og vinstri þannig að en svona ég að byggja þetta upp og reyna að búa til gagnagrunn fyrir bara allt prentefni sem ég kemst hendur yfir til að bera saman og ég mjög gaman að nördast í þessu búin að eyða fullt af tíma bara í Excel æfingum hérna að finna út úr þessu og það æfingar líka að finna út þessi Megapax skall sem mæleining, svona vísindaleg mæleining yfir hvað niðurstöðnar því ég breyti þessu úr Newton og yfir í Megapax með að reikna inn flatamálið af efninu sem slitnar þannig að það var smá mæleining að ná því saman að því að prentefnið prentað með tveimur útlínum og holtað innan þannig að ég þetta að draga frá holrýmið frá flatamálinu ytramálinu og ég einn smá tíma að finna út úr þessi ég var ekki að fá nú réttari niðurstöður þá fatt að ég átti að draga frá innanmálið þannig að þá fékk ég raunverulega niðurstöður og ég búin að reyna að bera saman þessar tölur með hvað aðrir að mæla og munum vísindalegri aðferðir en ég geti gert og ég held ég sé ekkert neitt rosalega fjarri ég kannski aðeins undir í tölum en það getur verið bara skekkjumörk í mælingunni ég var að reyna að mæla með skífumáli prentflutin sem prentast út og finna hvernig það lítur út þannig að það getur verið skekkjur í því kannski 10% eða eitthvað en annars lítur þetta svona út og búin að vera mjög gaman nördast í þessu þannig að þetta þessi græja og eins og hann lítur út bara hilluplata úr Biko og svo þetta allt saman hannað prentað af mér og svo þetta bara mælir sem ég keypti á eBay hann mælir tog og hann mælir líka þrýsting í hinn áttina þannig að þetta nota hann í báðar áttir en þessi græja mælir bara í sundur hann þrýstir ekki saman þannig að ég ekki með svoleiðis græju en þetta vildi ég sýna ykkur í þessa græju og ég eins og segi mjög gaman að gera svona mælingar og bera saman hluti komast að því hvaða prentefni hvernig það haga sér og hvað hentar í hvað og svoleiðis þannig að ég ætla að nota þetta í umfjöllunum prentefni þessar niðurstöður og þessari mæligræju og svo smíðaði ég mér aðra græju til að mæla höggþol og með vídeo það líka á rásinni þannig að það að bætast aðeins í græjurnar sem ég að mæla og líka græna sem ég nota sig og var að kaupa mér eina græju til að mæla hvað efni svignar mikið undir álagi þannig að það eftir að koma vídeo af það verður síðar það eftir að aðeins að finna út og læra aðeins á það græju að hann gerir vídeo af þannig það en þetta það sem ég vildi segja og ég þakka bara fyrir mig og sjáumst næst, takk